15 krónu afsláttur af lítranum með N1 kortinu í 10. hvert skipti sem þú dæmir. Og að sjálfsögðu sjálfkrafa 2 punktar að auki. N1 alltaf til staðar. Gott að sjá ykkur. Við erum mjög glöð að vera komin hingað. Velkomin á þennan fyrsta blaðamannafund okkar í Ermeló. Freyr og Fanndís og Hallbera ætla að sitja hér og spjalla við ykkur næstu 2 tímana eða svo. Ekki? Freyr, vilt þú eitthvað taka orðið fyrst eða hefur við bara að leyfa þeim að bauna? Ég þekki allan einn þinni. Þú ert íslenskur, ekki? Já. Blessaður, vertu velkominn. Hvað heitir þú? Grímur. Gaman að sjá þig. Þá þekki ég öll landlið, það er alltaf aðeins vinarlegra. Og líka að það væri útlendingur og geti ég talað við ensku, ég er búinn að æfa mig. Hver ég að byrja á? Já, við ætlum að byrja á því að óska Sunnu til hamingju með sigurinn í gær. Eða í nótt. Það var meira áttar bardagi sem enginn af okkur sá þar sem við þurftum að sofa, en við kíktum á það í morgun og bara vel gert Sunna til hamingju. Alla stelpunar helviti sáttar með okkar mannesku. Það ekki? Jú, flott í búningnum líka. Já, hún var í búningnum, geggjað. Hún fær svona opnuna kveðinu, Óskar. Já. Svo mátt þú bara stýra okkur eins og strengjabrúðum. Þakka þér fyrir það. Einstaklega ánægilegt. Hver ætlar að byrja? Edda, ert þú ekki alveg með allt tilbúið? Getur ekki beðið? Við bara ætlum að leyfa ykkur að stjórna ferðinni, svona næstu því. Já, þetta er bara svona fyrsta æfing, hvernig var? Gangurinn í... Sorry, ég var bara að brjóta ísinn. Það vill lengi brjóta ísinn, við skulum leyfa Hauki að taka þetta. Þetta er bara að spyrja út í fyrsta æfinguna af Freyr. Hún var frábær. Þetta var mjög góð æfing. Heyrist í þessum mæk hérna, svo sem með hann. Ok. Eins og ég sagði nú kannski við einhver í gær, þá hafði ég svona pingu áhyggjur af fyrstu æfingu á nýju svæði. Það kemur fyrir hjá okkur að hún er losaraleg. En æfingin í gær var frábær. Einbeitingin var góð. Gæðin voru mikil og spennustig á réttum stað. Þannig að við fengum allt út úr æfingunni sem við ætluðum okkur að fá í gær. Og ég hrósaði leikmönnum í gær og gerði það aftur fyrir að vera búin að undirbúa sig það vel að spennustig er á réttum stað. Og við fengum allt út úr því sem við ætluðum að ná fram í gær á æfingunni og svo fundinum kvöldi. Tommi. Já. Þetta getur bara aðeins farið yfir bara fyrstu klukkutíma hérna. Bara hvernig það var að jafna sig þessi leiksstöð og bara koma á æfingu og bara svona koma til í hendingina. Já, ég held að, þú veist, maður var náttúrulega dálítið kannski ofalega með spennustig ferðardaginn. Fengur náttúrulega frábærar móttökur á leiksstöð, kannski. Og upp á hóteli. Já. Þetta var svona kannski meira en við byggumst við, sem að var auðvitað bara frábært. En síðan bara eins og Freysi sagði það, það er einhvern veginn bara þegar maður er komin svona inn á hótel og þá getur maður einhvern veginn lokað sér frá því sem er að gerast kannski fyrir utan hótelið og ég held að einbeitingin sé bara mjög góð og það er allir bara á fullu að búa sig undir fyrsta leik, sko. Já, svo sem engu við þessu að bæta, sko. Það var bara gott að líka komast á æfingu og svitna smá. Það var gaman á æfingu hér. Þótt að við vorum með fókus. Það er hægt að hafa gaman og vera með fókus. Já, það er hægt að gera bæði. Við erum aðeins búin að tala það. Og svitna smá. Hvernig var þetta grasið? Var það betra en í apríl? Miklu betra. Það var bara mjúkt og samt ekki ómjúkt, bara fínt, passlegt og Kitti, vallarstjóri og þau sem sáum það að láta redda þessu, bara allt hrós skilið. Eina sem ég get sett út á grasið er að sláttuvélum mætti vera betri. Það var aðeins á loðið. En ég ætla að hætta væli við því, ég er búinn að biðja að láta skera grasið og við sjáum til hvað gerist í dag. En þið kannski, fannst ykkur ekki bara í lagi með völlina? Það er bara mjög fínt, sko. Smá þurr? Já. Já, hann verður vöggvaður í dag. Fanndís og Hallbera það verið á stórmóti áður. Viðtökuna sem við fengum núna, er þið svona upplega að þessi loksins að fara á stórmót eða hvernig er aðmennið að önnur stórmót? Finnst ykkur eins og það gleymst fyrir stórmót? Nei. Ekki gleymst, en
Þetta er samt allt öðruvísi einhvern veginn. Já, ég held að þú veist, allir sem hafa verið að fylgjast með sjá það alveg að þetta er allt annað sem er í gangi núna. Þú veist, það hefur verið alveg ótrúlega gaman að fara eins og EM í Svíþjóð. Það var alveg upplifun fyrir okkur þá, en núna er þetta alveg, við finnum alveg, þetta er töluvert stærra og áhugin og umfjöllunin er miklu betri og meiri. Þannig að ég held að við séum líka flestar að svona upplifa nýja hluti, sko. Þannig að ég svona punktur á kannski, eins og þeir segja, þeir eru að upplifa kannski bara sama og nýlega sem hafa kannski ekki farið á önnur stórmót þannig séð. Já, þú veist, við náttúrulega, það er auðvitað sérstök tilfinning að spila leik á stórmóti, sama hvort það séu, þú veist, 50 Íslendingar í stúkunni eða 3000, en auðvitað þá er þetta öðruvísi fyrir okkur líka. En við erum náttúrulega komna með nokkra leiki á baki, þannig að við kannski vonandi náum að hafa stjórn á spennustiginu. Já, samt alveg satt sem þú segir, sko, við erum alveg að upplifa móttökurnar sem fengum í Keflavík, þú veist, við erum náttúrulega ekkert fengið svona móttökur áður, eða kveðjustund eða hvað sem maður á að kalla þetta. Þannig að já, það er í rauninni alveg eins fyrir okkur það sem eru nýjar, en ótrúlega skemmtilegt. Það er Glódís Perla, Greta Jónas saman við Rósengård í gær. Er þetta eitthvað sem hefur verið sem við þurfum að díla þetta úti eða var búið að ganga frá þessu öllu áður en að þess að þið verður alltaf áhrif á undirbúning leikmannsins einhver leyti og hvernig líst þér á þessu félagaskipti? Þetta var klárt fyrir rúmri viku frá hennar hendi og hún hefur unnið ásamt sínu fólki með faglega í þessu og ég var inn í þessum málum allan tíman og við vorum öll meðvituð það, við vildum klára þetta fyrir upp á þessari viku og hún gerði það ásamt sínu fólki. Þannig að þetta var farið frá henni en það var eitthvað smá brasa á kaupverðinu og milli klúbbana bara eins og gengur og gerist í þessu. Og svo þegar það kláraðist hvað í gæri það ekki, þá var þetta gert opinbert og ég held að þetta truflar ekki neitt. Maður veit náttúrulega ekki hvort það sé eitthvað áreiti í símanum hjá henni, liðsfélagar í Eskilstuna og eitthvað svoleiðis, en ég held að ég gæti ekki betur séð á henni áðan heldur en að hún væri bara brosandi eins og alltaf og ekkert vesen og bara ánægð með sína ákvörðun og ég er ánægð fyrir hennar hönd. Þetta var það sem hún vildi. Þetta er flottur klúbbur með góða hefð, góðan þjálfara, frábær borg og þær þurfa alltaf að hafa Íslending í liðinu til að vinna titla. Þannig að Glódís kemur til þess. Það er einhverjir sem hafa spurt mig, var þetta rétt að skrefið? Við vitum að það voru fleiri lið á eftir og svoleiðis. Það sem skiptir máli er að leikmaðurinn telur að þetta sé rétt að skrefið fyrir hana og ég er alveg sammála því, þetta er gott skref. Að ég hins vegar hef það miklu að trúa á henni að hún getur alveg spilað með Lyon og Barca og hvað þessi lið öll heita og það kemur þá bara seinna. Þetta er flott skref fyrir hana núna, flottur klúbbur og ég er ánægður fyrir hennar hönd. Hjálpar einhver að hafa verið hérna áður, hafa komið hingað á þessu svæði og verið á þessu hóteli? Skiptir það máli? Mér finnst það. Ég hefði ekki viljað vera að koma núna og sjá æfingarsvæði fyrsta sinn og hótelið og svoleiðis. Ég er náttúrulega að koma inn í þriðja skiptið, þar sem ég fór náttúrulega að skoða hótelið og svoleiðis ekkert tíðan í vetur og ég finn ekki neitt annað heldur en að leikmennir upplifa þetta þannig líka. Gott, hótelið okkar er svolítið stórt, það er hægt að villast þar á hana. Þannig að það er allir með allt á hreinu nema Guðbjörg, hún villist á hverjum degi. Já, mér finnst gott að hafa komið hingað áður, svona að vita hvert maður er að fara. Út í hvað maður er að fara líka. Já, ég held að það hafi verið mjög gott og líka að spila eins og þegar við spilum við Holland á velli sem við erum að fara að keppa á, að geta svona setta inn í hausinn á sér hvernig þetta lítur allt út. Ég held að það hafi verið mjög góð ákvörðun að koma hingað. Sá leikvangur, já. Hversu vel teljið þið að þið þekkið franska liðið? Það segir það leik. Eftir gærdaginn, þar sem að við erum búin að fara dálítið ítalega í þetta, þá held ég að við séum bara mjög vel undirbúnar og eins og ég segi, við vitum alveg að þær eru með þvílík gæði í liðinu sínu og þannig að þetta verður mjög erfiður leikur fyrir okkur en á móti að þá erum við líka með gott lið og þannig að við erum bara held ég, komið vel undirbúna til leiks og ætlum að leggja allt í sölurnar sko. Já, fengum mjög góðan fund í gær þar sem farið var yfir hvernig þær
spila og þeirra leikmenn og svoleiðis, þannig að já, það var svona gott að vita út í hvað maður að fara líka því við höfum ekki oft spilað við Frakkland, ekki ég allavega. Náður að halda einbeitingu, Hafdís? Já, allan tíma. Davíð Snorri var með mjög góðan fund. Það er ekki vandamál lengur, ég fannst þetta alltaf einbeitingu. Við líka farin að þekkja hana svo vel að þegar við sjáum hann að sóna út, þá er pissupása og það bara síðan heldur við áfram. Þannig að við vitum allt um Frakka, ekki á að gera því. Þetta var frábær fundur hjá Davíð í gær og við erum búin að undirbúa okkur í marga mánuði. Það verður ekki vandamálið að vita ekki hvernig andstæðingarnir eru og hvað þær geta. Þetta snýst um okkur, hvað við gerum á móti þeim og að hafa trú á því að við getum unnið Frakka og við höfum þá trú. Þó að hljómi kannski fyrir ykkur og fólki heima eins og við séum kannski overconfident, þá er það ekki þannig. Við trúum á okkur og við erum bara með þá hugmynd í kollinum að við ætlum að fara í hennar leik til þess að vinna. Og þegar við förum þannig inn í verkefni, þá náum við bestum árangri. Við erum samt alveg með þá hreinu að þær eru með miklu betri einstaklingar heldur en við. Það er bara staðreind og klúbarnir þeirra og tölurnar þeirra að segja það. Við vitum það alveg. En nú er komið okkur að sanna það að liðsheild er sterkari heldur en einstaklingar. Það er búið að tala um þetta í íþróttasögunni í fleiri 100 ár og við ætlum að sanna þá kenningu á þriðjudaginn. Hvernig er fyrir þig Freyr að vera með, fyrst og myndist á, eða það er myndist á Davíð? Svona félagarnir úr Breiðholtinu einhvern veginn, að þjálfa yngri flokka og síðan náttúrulega saman með uppeldisfélag ykkar en að vera komnir hingað að stýra landslið á stórmóti. Það er bara eiginlega svona bara ólýsanlegt sko. Meira átt að gaman fyrst og fremst. Í gær þetta var svona eins og bara back to basics þegar við vorum í knattspyrnuskólann hjá Leikni sko. Svipuð stemning. Þetta var bara, þetta er mjög gaman. Ég meina við þekkjum hvern annan út og inn. Hann veit nákvæmlega hvað ég vill og skilaði því fram í gær og hefur skilað þeirri vinnu fram. Ég veit nákvæmlega hvað ég fæ frá honum. Við vinnum bara saman eins og einn maður eins og þið vitið náttúrulega. Þekkjum hvern annan það vel og það er mikill styrkur í að hafa hann hérna með okkur og við erum þakklátt fyrir að hafa hann og ég held að stelpurnar njóti þess líka og þær kunna vel við hann og við fáum svona nýja rödd inn og það er traust samt sem áður á milli allra aðila. Hvaða tækifæri fékk hann svona til að undirbúa sig, gæti hann farið á leiki og... Það bara eins og ég hef sagt áður, knattspyrnusambandið hefur staðið gríðarlega vel á bak við okkur og Davíð er búinn að fara á 9 leiki með franska liðinu og það hefur ekkert, þetta hefur aðalega bara verið púsluspil fyrir hann greið. Ég þekki nú að vera í þessum sporum, þetta tekur á, þetta er mikið ferðalög og við eigum fjölskyldur og svona, þannig að litla dóttir hans og konan hans eiga hróskilið fyrir að sýna okkur þolinmæði og þetta hefur bara gengið rosalega vel. Hann hefur farið á alla leiki, fengið allar upplýsingar. Þannig að ég get því miður, eða sem betur fer ekki kvartað yfir neinu. Stelpur, það voru kannski ekki allir með svolítið á hreinu hver Ásmundur Guðni Haraldsson væri þar til að hann var búinn að vera í skugganum þar til að hann tók sviðið á fundunum daginn sko. Þá fór hann aðeins á milli tann og fólki, getið aðeins sagt þjóðinni hvernig hann vegur þennan upp. Ekki rósa honum of mikið. Ég rífur skemmtarnagildi upp á æfingu með reit og svona skemmtilegum skotkefnum. Eitthvað sem að Freyr á mjög verið. Já. Ég get verið með skemmtilega skotkefn, ég þoli bara ekki reitabolt. Ég er með sög á því, svo með að meiðast alltaf leikmenn hjá mér í reit. Bara, mannstu með Ólar hann binnir hlöðu öklabrautan daginn fyrir fyrsta leik í reit. En þú mátt halda fram, fyrir ekki. Já, hann er bara, ógeðslega skemmtilegur. Hann er náttúrulega formaður Reitaboltasambands Íslands, þannig að... Þess vegna er mjög sérstakt að hann hafi valið hann sem aðstoð. Já, nákvæmlega, þannig að við erum ekkert með eitt smá þjálfarateymi, sko, það er bara... Nei, hann er ótrúlega mikilvægur líka svona bak við tjöldin einmitt, eins og þú segir, hann hefur ekkert verið mikið kannski í sviðsljósinu, en hann er að, sérum að búa til svona pepp-vídeó og svo er hann, svona hvísla í eyra manni á æfingum þegar maður kannski á að gera eitthvað betur og svona fyrir hluti kannski sem að Freyr sér ekki eða eitthvað, kannski sér Freyr ekki allt. Nei, hann er bara, mér finnst hann bara koma mjög vel inn í þetta og
hann á alveg mikið hrós skilið fyrir þann sem hann hefur gert sko. Ef ég má aðeins bæta inn í þetta, Tommi, hlutverk aðstoðarþjálfarans náttúrulega oft þannig að leikmennir sjá ekki alla vinnuna sem hann leggur á sig og gerir. Hann eins og hún að nefna Hallbera, varandi þegar hann að hvísla í eyrun á okkur. Þetta náttúrulega hans hlutverk, hann í staðsetan á ákveðnum stöðum inn á æfingunum. Þar sem við erum með fyrirfram ákveðin verkefni sem hann fylgir eftir. Því að ég að reyna að horfa yfir heildina og ná svona yfirsýninni, við verðum svolítið að komast í smáatriðin og hann á sig gerir það gríðarlega vel og frábær í tæknilega hlutunum og litlu atriðunum. Og svo hann líka með allt öðru sér nærveru heldur en ég eins og það nú búin að koma inn á. Ég get samt alveg verið hress sko. En hann svona þegar ég og þarf að vera aggressífur, þá svona finnur hann balansinn og svo hann líka, má hann eiga það að þegar ég kannski aðeins að fara yfir strikið þá kemur hann og kippir mig niður og segir slaka aðeins á gamli og ég hlusta á hann yfirleitt. Hann á allt hróskilið. Fanndís, það svona löngu hótelumhverfi og svona og langt mót og svona, það mikilvægt að vera með léttan móra líka. Hver mynd þú segja að væri svona sprelli gósin í hópnum? Hún situr hérna. Já, Hallbera, það sé ekki spurning að það sé allir sammála það. Hvernig þá? Það ótrúlegustu hlutir sem henni dettur í huga að gera og segja. Já, sem allir hafa mjög gaman að. Ertu sammála þessu mati, Hallbera? Já. Það allavega létt stemning í okkar herbyggi svona 90% af tímanum sko, þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort við verum hérna til 7. ágúst eða eitthvað, það á ekki eftir að hafa neina áhrif á okkur sko. Og þú stjórnar tónlistinni sér líka á æfingum? Já, svona oftast, þegar það er góð tónlist þá ég að stjórna. Hvernig afturreyingin á hótelinu? Sáðu hvað gerð með partyherbyggið? Já. Hvað hafið ykkur til dundurs? PlayStation, spil. Svo fengum við að horfa á Ég man þig. Já, sá það sé alltaf spurning. Fólk var svona misbratt eftir myndina. Sumar þurftu smá knús á hann fór að sofa, en svo voru þjálfararnir að banka í rúðurnar og svona í meiri mynd. En já, það er bókasafn, Fanndís getur ekki beðið eftir að fá að kíkja í bækurnar og það er alls konar. En ykkur leiðist ekki? Nei, Alls svo ekki, við komum hérna hjólandi en það er hægt að fara í hjólatúr í skóginum. Já, við erum búin að stofna hjólaklúbb. Minnst á PlayStation, þið að spila FIFA þá eða? Harpastar, FIFA, elga stráknum stráknum sínum. Þannig að já, það er hægt að fara í FIFA, ég kann ekki. Það er einhverju leikir sko, PlayStation. við eigum eftir að kíkja betur á þetta. Ég er mjög góð í bílaleikjum líka. Ási tók líka víttölvuna, þá verður eitthvað svona, ég veit ekki, Já. eitthvað tennismóti eða eitthvað. En síðan samt bara, dagurinn ótrúlega fljótur að fara frá okkur, það er bara, við förum í morgunmat, svo æfing og svo einhverju fundir og þannig að það er svo gott að chilla líka bara upp á herbergi. Já, þannig að það er ekkert þannig að það sé eitthvað bara heili dagar sem maður þarf að hafa ofan af fyrir sér, sko. Þannig að Lendið einhvern tímann í veseni með að sofna fyrir svona risa leiki eins og það eru framöndan? Nei, Fanndís alltaf að sofna bara klukkan, sko, hún geti fara svo klukkan 10 þess vegna. En það er svona kannski fyrsta skipti sem maður fann fyrir smá vesen að sofna var eftir kannski ferðardaginn. Það var alveg smá svona spennufall, en ég held að það sé svona komið úr systeminu núna og núna verður þetta ekkert mál, sko. Það tók smá tíma að sofna þarna eftir fyrsta daginn, en núna er þetta svona komið í þokkalega rútínu, held ég, sko. Ég er bara að sofna. Já, ég syng fyrir hana vöggu. Ég held að sé aðalega eftir leiki. Eftir svona tilfinningaríka leiki, hvort sem ég sigur eða tap, sko, það skiptir ekki máli. Það er aðalega þá sem er vesen að sofna. Og kannski ef það nefnir vorum hátt uppi og þess vegna gátt ekki sofna, það var líka þess 2 tíma mismunur, sko. Það hefur líka eitthvað að segja. Það er allt komið undir kontról núna. En auðvitað eru alltaf einhver leikmenn sem eiga smá erfitt með svefn og þess vegna erum við með svona gott heimi til þess að halda utan á það og reynum að hjálpa þeim. Það þurfa að fylgja einhverju reglum svona í hótellífinu og hvenær megið hitta fjölskyldu og vini og
Ég veit það ekki alveg Freyr. Hlustaru aldrei. Jú, það er ein regla, það er bannað að mæta of seint. Já. Mikilvæg regla. Er ekki líka bannað að skella hurðunum eða? Jú, það er komið ný regla. Það er eiga smá erfiðleikum með það að loka hurð, það er skella bara og á sig líka. En það er sem sé varandi svara þér Sindri að það er tímið þarna frá 2 til 18:30 yfirleitt sem er frjálst tími og þar með að fara og hitta fjölskyldunum sínar eða vilja og í rauninni bara gera það sem vilja. En hérna frá 2 til 18:30, maturinn byrjar 18:30. Það er svona yfirleitt þannig. Það er eiga samt sem áður að setja heilsuna í forgang. Þannig að það er meðferðir og annað sem að ganga fyrir, en bara gott ef það vilja hitta fjölskyldunum sínar. Við höfum samt reglu að við förum af hótelinu til að hitta fólkið, þau koma ekki inn á hótel til okkar. Hvað gerist þú með þú seint? Hann verður bara reyður. Gett búið. Það er mætt og seint í gær, þessar tvær. Og talandi sprelligosana, að vera sprelligosa, það var fundið við alveg í herbygginu, það var allt voðalega rólegt, og það fara eitthvað dómarafyrirlestur. Þannig að það vantar eitthvað, já. En hann var ekki á dagskrá, þannig að við myndum aldrei mæta seint á... Það mæta aldrei á seint, þær eru með þetta alveg á hreinu. Þetta var Júfa að kenna, það var eitthvað óvæntur dómarafundur. Við mistum aðeins af skilabóðunum. En við vorum hins vegar inn á herbergi að horfa á Frakkann að spila. Já, frábært, já. Þú veist, við vorum ekki bara að greiða okkur hárið. Nei, það misti ekki hann, mætti 3 mínútum á seint. Sem er eins og að missa honum, hjá honum, en mættum bara aðeins á seint. Nei. Við byrjum ekki á móti Frökkum. Dómarreglunar. Hefur heyrt Doxo-regluna og Spa. Flettir sig upp. Dómararnir voru sko náðu 9 hæðum í gær. Kannski fyrirgera ég sleppi því bara. Hringdi í Gunnar Jarl, hann vill örugglega segja frá þessu. Það er náttúrulega bara 2 tímar. Það er ekki tíma eins og þetta. Það er kannski frekar erfitt núna að spá í byrjunarliði. Það er svona ákveðnir kannski leikmenn sem væru, ef þeir væru alveg 100% og hefðu spilað bara upp sitt besta síðustu mánuði, væru 100% í byrjunarliðinu. Er það eins fyrir þér eða ertu komið með byrjunarliði í kollinn eða ætlar að sjá núna svona síðustu æfingunum hvaða ákveðnir leikmenn standa? Ef það væri í júlí 2016, þá gætu þið sagt með byrjunarliði held ég. Er það ekki Tommi? en já, ég er búinn að ákveða byrjunarliði í dag. Ég ætla ekki að segja það. Hvenær tilkynnið þið það? Leikmönnum? Já. Ég tilkynniði það klukkan 5 á morgun. Í Tilburg. Finnurðu svona spennu í hópnum hjá ákveðnum leikmönnum hvort það séu í byrjunarliðinu eða ekki? Nei, ég hefst ekki þannig sko, ekki eins og ég hef einhvern tíðan áður fundið. Þetta er meira bara, það er allir meðvitaður sín hlutverk og stíða hver aðra. Það eru náttúrulega vita nokkurn veginn liðið eftir æfingunni í gær. Það er svona kannski 2 stöður sem maður er ekki vissar sem er bara allt í góðu. En það kemur bara í ljós á morgun. Ég finn ekki svona spennu sem myndast stundum í kringum þetta. Það er í inni, það er í úti og eitthvað svoleiðis. Þannig að það eru bara allir klárir í bátana í hvaða hlutverki sem eru. Og svo bara fínt að tilkynna þetta sem fyrst á morgun. Því að það er á æfingu eftir, þá sjá það mikið að það er engin feluleikur með þetta, við erum bara undirbúið okkur. Ætlarðu að máttu að gefa byrjunarliðið og gera það opinbert? Eitthvað fyrir en... Nei, það er gert held ég 90 mínútur fyrir. Þannig að... Það vantar einhverjar skýra reglu þegar það verður ekki að... það leiki ekki frá þér eða? Já, það verður fínt sko. Það ekki? Jú. Já, og það verður ekki verið vandamál hingað til. Það er enginn að senda á gummabein sko. Það er einhvert að 90 mínútur með 20 fyrir lengur. Það er líka fínt, frakkarnir vita ekki hvað við erum að fara að gera sko. Hvað er það að koma eitthvað óvart eða? Það að spila með 12 leikmenn eða? Það veitir ekki af maður. En er eitthvað truflar meðsli eins og hjá Rakel og Dæni og svona... Ertu búin að vera með sama byrjunarlið í huga síðustu vikuna í dag? Ég er svona búin að vera með ákveðin plön. En nei, það var ekki rauninni svona fyrir í gær sem að ég endanlega tók ákvörðun með byrjunarliði. Það er svona búið að flakka aðeins í hausnum á mér. Var það bara eftir að það mættu seint á fundin? Já, akkurat.
Það er svolítið þannig. Nei, við höfum úr góðum leikmönnum að velja og ákveðnum líka afbrigðum að velja út frá leikkerfinu okkar og ég hef svona þurft aðeins að gefa mér smá tími að meta það út frá styrkleikum og veikleikum andstæðinganna. Það er alltaf, á þessum mótum, það er alltaf svona einhverju ungi nýlegar sem einhvern veginn á að koma sér með, menn þú varst sjálf þannig, Fanndís, og svo náttúrulega, svo skilur við Sara og Glódís í gegnum tíðina og núna er náttúrulega með eins og Ingibjörgu og Sísi og hérna Öglu, svona... Öglu Maríu. Takk fyrir. Og Öglu, þannig að hérna, þú veist, finnst ykkur það, ég meina, þú veist, skilur það eru hvað, þú veist, þriðja stórmótinu þínu, svona líður eins og þessir ungu leikmenn séu betri en, þú veist, þegar þú var svona ung, skilur, þú veist, er framþróunin þannig? Er þetta öðruvísi leikmenn einhvern veginn? Já, mér finnst það eru svona einhvern veginn, ég meina eins og Ingibjörg skilur, hún kom hérna í spila á móti Brasilíu sem hún hafi spilað 100 landsleiki áður sko, einhvern veginn og þú veist þegar ég fór fyrst þá fekk ég að fara inn á og þegar 3 mínútur voru eftir eða eitthvað og bara svona geðið gaman einhvern veginn. Svona já, mér finnst það einhvern veginn betri og meiri tilbúnar í að svona einhvern veginn þær fá stærra hlutverk. En að Fanndís, eru vinkonirnar ekki uppljóstraðar það að þú sért að fara á EM eða? Jú, þær voru að grína. Mér fannst þær bara geðið fyndnar og þær voru það. Þá má ég bæta aðeins við spurningunum svo hendur á Fanndísi varðandi ungu stelpuna. Hvað þú segir bara nei? Ég samt segja það. Mér okkar að hrósa eldri leikmönnum aðeins fyrir þetta. Og Fanndís, ég átti alltaf eftir að klappa á baki fyrir þetta. Takk. En eftir leikinu mútið Brasilíu til dæmis, þá var Fanndís fyrst að stíga upp og hrósa Öglu Maríu í viðtölum fyrir sinn leik og hvað hún var að gera og stuðningurinn sem að eldri stelpunar hafa sýnt þessum stelpum bæði innan vallar og í undirbúningi og kringum allt sem við erum að gera sýnir svolítið hvað þetta eru flottir og sterkir karakterar sem við höfum. Það hafa, þú segir að það er að fengi stærri hlutverk og svona meira sjálfstraust kannski og það er ekki bara þjálfarateyminu og vinnubröðum okkar að þakka, það er kannski frekar leikmönnum að þakka. Eldri leikmönnum sem að hjálpa þeim og undirbúa þær eins vel og hægt er og því er mikið hrós skilið og leikmennir með að vita það. Og hér með farið klapp. Hérna, frakkaleikurinn kannski, við tölum aðeins EM kalla í fyrra, það mæta þær Portúgal, þetta er kannski ekki svona ólíkt. Hugsið eitthvað hvernig strákurum gekk í fyrra og þetta sé allt hægt og allt það stefnur? Náttúrulega þeir hafa alveg veitt okkur, þú veist, svona innblástur í það sem við erum að gera og bara, það er auðvitað bara, við förum með þeirra árangur svona kannski á bakinu, fólk kannski vil sjá annað svona ævintýri og ég held að við getum bara lært helling af því sem að þeir gerðu og Heimir talaði við okkur og þú veist, þannig að sjálfsögðu þá hérna vonum við að við getum fetað í þeirra fótspor. Já, mér finnst það bara einhvern veginn fínt að hafa þeirra sögu, þú veist, sem er búið að gerast og þetta er svipað hjá okkur og við höfum bara að nýta það. Ef þeir geta, þá getum við það líka. Finnir það fyrir meiri pressu frá þjóðinu núna en fyrir hinn síðustu 2 stórmót? Nei, maður finnir ekki fyrir pressu en þú veist, maður finnur fyrir að áhugin er meiri og ég held að það sé alveg hluta til bara út af fótboltaæðinu sem að gekk yfir landið í fyrra og hérna, það vilja allir að okkur gangi vel, þannig að ég myndi ekki segja að við förum út með þá pressu að við verðum að koma heim með gull, annars verðum við bara til skammar sko. Þannig að, en við bara, þú veist, nýtum innan kraft sem að þetta hefur gefið okkur og tökum þetta í reynslubankan bara. Jæja, það voru 2 tímarnir á liðnir. Einhver loka spurning? Allir góðir?